Macbeth áttar sig og biður alla að fara til herbergja sinna og klæðast. Banquo leggur til að þeir komi svo út aftur og rannsaki morðið. Synir konungs Melkólm og Donalbain óttast mjög að þeir séu næstir og ákveða að flýja áður en þeir verið drepnir. Þeir ákveða að annar fari til Írlands og hinn til Englands. Þannig verði þeir ekki vegnir báðir í einu. Á meðan menn að klæða sig láta þeir sig hverfa. Þegar í ljós kemur að þeir eru horfnir sannfærast menn að þeir hafi sjálfir fyrirskipað morðið og séu þess vegna flúnir. Þeir eru orðið hræddir þegar rannsaka átti málið. Líður nú dálítill tími og ákveðið er að enginn sé betur að konungstíð kominn en Macbeth. Hann er því krýndur konungur en Duncan settur í hinn konunglega grafreit. Banquo er þó einn þeirra sem gruna Macbeth græsku. Macbeth er afar vansæll kóngur og sífellt var sig, sérstaklega er hann hræddur við Banquo sem hann er viss að gruni sig. Svo hefði líka komið fram í spádómi nornanna að Banquo yrði ættfaðir konunga. Hann ákveður að grípa til örþrifaráða. Þegar hann heldur veislu fyrir höfðingja leggur hann áherslu á að þeir komi báðir, Banquo og Flían sonur hans. Á laun borgar hann 2 morðingjum fyrir að sitja fyrir þeim og drepa þá. Árásin heppnast ekki alveg, Banquo deyr en sonurinn kemst undan. Þegar veislan er að byrja hittir Macbeth morðingjana. Hann verður ofsa glaður þegar hann fréttir að Banquo sé dauður en algjörlega miður sín þegar hann fréttir að Flían hafi sloppið. Hann er þess viss að nú muni spádómurinn rætast. Hann fer aftur í veislun og lætur sem honum síðan mjög miður að hans góði vinur Banquo sé ekki kominn. Hann ætlar að ganga til sætis en sér þá að þar situr draugur Banquos alblóðugur. Hann missir stjórn á sér af skelfingu og talar við drauginn í örvæntingu sinni. Enginn annar sér neitt undarlegt nema það að konungur virðist hafa misst geðheilsuna. Láði Macbeth reynir að gera lítið úr þessu en veislan er ónýt og menn fara burt og óska kónginum góðs bata.